heldur kjarnafæði. Komið í sæl, það verið frekar rysjóttur og svalur júnímánuður og verður stefnir í að hann verði mun kaldari heldur en maímánuður var til dæmis og svona í flestum landshlutum. En til morguns þá nú ósköp litlar breytingar, það þessi lægð hér austur af landinu sem færist síðan frá okkur og tekur með sér síðan úrkomuna áfram til norðurs og skilin fara þá inn á vesturströnd Noregs í staðinn og svo í raun ekki fyrir en að lægðin sem hér að koma yfir Grænlandsjökul og að grafa sig niður á Grænlandssundi að hún hefur áhrif hér á miðvikudag en morgundagurinn verður býsna áþekkur og dagurinn í dag var. Á hitasviðinu þá ósköp lítið að vera hjá okkur, það frekar svalt loft yfir sérstaklega norðurhluta landsins og það ekki fyrir en að þegar lægðin kemur hér yfir og fer að draga að vindáttin verður suðlægar og við förum að komast í hlýrri loftmassa sem lúrir hér sunnan við. Við sjáum að bæði býsna hlýtt í Norður-Ameríku og svo ekki minnst hér í Evrópu þar sem talsverð hlýindi hafa verið að undanförnu og verður hlýtt þar áfram eitthvað næstu daga. En ef við lítum síðan á hvernig þróunin verður hjá okkur í kvöld, nótt og í fyrramálið þá ósköp lítið. Það eru hérna skúraleiðingar svona hér og þar landið. Það einna þurrast og bjartast hérna á suðvesturhorninu í nótt. En svo kemur aðeins meiri úrkoma hérna inn á Vestfirði og sömuleiðis verða einhverja svona skúrir svona viðlúðandi suðausturland að auki. Þannig hádegi á morgun gæti þetta verið þá staðan að það svona 7-8 gráður einna svalast hér við norðurströndin þar sem andar af norðri líklega og upp í svona 12-13-14 gráður þar sem best lætur. Þannig að þetta svona svipað verið hefur og meðan við erum með þennan kalda loftmassa við landinu þá alltaf líkur á síðdegisskúrum en það breytist nú þegar sunnanátti fer að ná sér á strik á miðvikudag. En ef við síðan lítum á þróunina frá þá hádegi á morgun til hádegis á miðvikudag og sjáum við hér síðdegisskúrir og skúraleiðingar sem gætu ennst fram á nótt og svo koma að byrja þá áhrif lægðarinnar hér að myndast á miðvikudagsmorgun og hádegi á miðvikudag þá útlitið svona að það svona nokkuð víða rigning hér á vesturhlutanum. Það ekki farið að rigna á Suðausturlandi ennþá, það gerir það meira seinnipartinn og kvöldið. En hitinn hins vegar hefur farið svona nánast allstaðar yfir 10 gráður og upp í kannski 14, 15, 16 gráður. Þannig að það kannski má segja að hámarkshitinn hækkar ekki mikið næstu daga en hins vegar hækkar lágmarkshitinn einhverja gráður á móti. Og svo ef við lítum á þróunina yfir til fimmtudags að þá sjáum við hvernig næsti svona skilabakki kemur hér inn og hann mun færa sig síðan hér austur með Suðausturlandi og það verður rigning nokkuð víða á sunnan og vestanverðu landinu ætla ég hafa sagt en Norðausturland og Austurlandi ættu nú að sleppa svona að mestu leyti. Og á fimmtudag þá hitinn mjög svipaður og verður á miðvikudag kannski 1-2 gráðum hærri. Þannig að það svona sumstaðar gæti hafgolan náðast að strjúka inn og hún kannski svona kælir örlítið en þar sem að landáttin gildir eins og líklega á héraði þar getum við farið í 16, 17, kannski 18 gráður. Þannig að þetta hægur vindur þannig að það kannski við náum ekki neinu svaka hitatölu þó að loftmassi sé orðinn sæmilega hlýr yfir okkur. Og síðan ef við lítum yfir á föstudaga þá þetta svolítið sami grautur í sömu skál og verið hefur og það ágætlega milt yfir landinu. Einhverja smá síðdegisskúri getur maður ekki átt von á. Við sjáum hér í úrkomubakka hérna suðvestur undan og það lægð töluvert fyrir sunnan og eins og spár gerir ráð fyrir núna þá ekki gert ráð fyrir að hennar gæti nema þá að vindur verður austlægur en úrkomubakkarinn rættu ekki að ná inn á land. Ef við lítum síðan yfir til Evrópu þá sjáum við hér í lægðina sem var hérna austur á landinu núna í kvöld en hún verður komin hérna lengra norðaustur eftir og skil hennar liggja hérna við vesturströnd Noregs og önnur lægð hérna inn í Rússlandi sem hefur áhrif aðeins hérna allara svona austast getum við kallað í Eystrasalti og þar kring en það víða býsna bjart. Það eru skúraleiðingar hér í Ölpunum og svo sjáum við hérna líka alveg vestast í Pýreneafjöllunum og þar eru skúraleiðingar svona kringu fjöllin. Þannig að viðbúið að þessar skúrir í Ölpunum geta haft áhrif á Evrópumeistaramóti í knattspyrnu sem hefst á morgun en annars mjög hlýtt og bjart hérna allara syðst. Og svo ef við færum okkur yfir Íberíuskagana þá eru einhverja svona smá skúrir hér og þar sem eru ekki neitt sérstaklega miklar en þær eru hins vegar töluvert hlýindi eins og við sjáum í Sevilla þar sem hiti getur farið eitthvað yfir 40 gráður. Á Kanarí á morgun erum við með norðlæga átt, skýja með köflum og aðeins svalara norðan til á eyjunum en hlýrra og bjartar eftir sem sunnardregur. Þannig það nú svona eins og gengur að gerist og ef við lítum síðan eldstöft yfir til Ameríku
Það gríðarlega við áttum mikið svona skilasvæði hér við austurströndina með kröftugum skúrum og þrumum og eldingum en bjart á austurströndinni. En við látum þetta gott heita í kvöld, verið sæl.